Komið þið sæl, við sjáum hér myndarlega lægð suður í hafi, hún hefur verið hér síðustu daga og skilin frá henni eru að verða svolítið tætt, hún hefur þó valdið þessu votviðri á austanverðu landinu bæði í dag og í gær og það rignir nú frá þessum skilum allavega fram á nótt en styttir síðan að mestu upp austan til á landinu á morgun. Á Vestfjörðum og með norðurströndinni hefur líka rignt talsvert en það rignir líklega áfram á þeim slóðum á morgun þó úrkomubelti færist að líkum eitthvað vestar eftir landinu þegar líður á daginn. Við sjáum að lægðin er í raun og veru fóðruð af þessu hlýja lofti sem er svolítið hér fyrir austan og norðan okkur og síðan kalda loftinu yfir Grænlandi. Hún heldur áfram að frá fóður af þessum slóðum og við sitjum svona að mestuleyti í hlýindunum en það kólnar samt eins og við sjáum hér síðdegis á morgun eða annað kvöld og verður orðið miklu svalara yfir landinu heldur en verið hefur þegar líður á næstu viku. Í fyrramálið þá útlit fyrir hæglætisveður víða á sunnan- og vestanverðu landinu. Það hefur þá stytt líka upp að mestu á austanverðu landinu þó það verður nú svona einhverjir dropar hér með suðurströndin og suðaustan til að þá verður nú líklega samt þannig að það sjáist til sólar svona hádegi á morgun en það er áfram hvöss norðaustanátt yfir Vestfjörðum og svona úti fyrir Norðurlandi og þar eru líka úrkomusvæði sem heldur áfram að rigna úr sérstaklega þá á ströndum og jafnvel eitthvað ofan í djúpi. Og við sjáum það betur á kortinu sem gildir klukkan 15. Það er ennþá lítilsháttar skúraloft við suðausturströndina en mesta úrkomusvæðið er þarna á norðvestanverðu landinu. Líklegt að það rigni til dæmis í Húnavatnssýslunum á morgun og eitthvað á vestanverðum Tröllaskaga en ætli það sleppi nú ekki til dæmis austar þó að það rigni kannski í Eyjafirði svona eitthvað fram yfir hádegi. Það er frekar milt veður á landinu en eins og segi þá kólnar þegar áttin verður heldur norðlægari annað kvöld og aftur á mánudag. Þá sjáum við hitatölurnar fara lækkandi, það er bjartviðri ennþá á sunnan- og vestanverðu landinu og einhver smá úrkoma á Norðurlandi en þarna gæti úrkoman farið að verða svona í formi krapa eða slyddu sérstaklega til fjalla. Á þriðjudag þá er ennþá að kólna átt í norðin svona svipuð allt land eða vindhraðinn er svipaður allt land, svona 5 til 10 metrar á sekúndu en eins og við sjáum þá er hámarkshitinn við suðurströndina mjög líklegur til að verða hreinlega í Vestmannaeyjum þar sem að sjávarhitinn ræður nú mestu lofthitann. Það svipað veður áfram á miðvikudag, hæg breytileg átt að gæti komið hér lægðadrag upp að suðausturströndinni sem hefur þá einhver áhrif á úrkomu mynstrið en svona eins og staðan er núna þá lítur út fyrir að verði einhver væta víða við ströndina svona syðst á landinu og kannski norðaustan til en annars verður þetta nú svona að mestu þurrt. En ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu að þá er eins og við höfum séð talsvert hlýindi í Skandinavíu og líka í Evrópu það er lægðabelti sem liggur eiginlega með svona strandríkjunum Írlandi og síðan Frakklandi og líklega við Spán og Portúgal og það kannski helst að Portúgal sem að rignir og er varað við þrumuveðri á morgun. Í Bandaríkjunum er ekki mikið að frétta af veðri og ekki heldur í Kanada, það er náttúrulega farið að kólna svolítið á þeim slóðum en ástandið er ekki mjög gott í Kaliforníu þar sem að geisa skógareldar og þar hefur verið svolítið hvasst sem að veldur því að vindurinn blæs þessum eldum og þeir ná breiðast út. En það er áfram hvöss austanátt við norðurströndina og á Vestfjörðum á morgun, annars mun hægari vindurinn var í dag. Það dregur hratt úr úrkomunni austan til á morgun en heldur áfram að rigna norðvestanlands. Verið sæl.